Ég segi bara komið í sæl, kæru gestir og verið velkomin á þennan fjarfund á vegum Vísindafélags Íslands. Ég heiti Bylgja Hilmarsdóttir og er fundastjóri hérna í dag og þetta er þriðji fyrirlesturinn í okkar árlegu fyrirlestraseríu þar sem fjallað Nóbelsverðlaun hvers árs og þetta er eitthvað sem Vísindafélagi hefur gert árlega núna í nokkur ár. Við erum þegar verið með 2 frábæra fyrirlestra. Í síðustu viku var fjallað verðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði og líka í eðlisfræði og í dag fáum við fyrirlestur verðlaunahafana í efnafræði en þau hlutu Emmanuel Carpentier og Jennifer Doudna fyrir þróun CRISPR-tækninnar og eitt af því sem gerir þessi verðlaun sérstök og það var brotið blað vegna þess að þetta er í fyrsta skipti sem 2 konur fá Nóbelsverðlaunin saman sem verðlaun. Og við erum svo heppin að hafa fengið Sigríði Rut Franzsdóttur sem er dósent í líffræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands til að koma og fjalla þessi verðlaun. En Sigríður Rut kláraði BS-gráðu í líffræði við Háskóla Íslands og síðan meistarapróf við sama skóla og hún gerði sitt meistaraverkefni við keldur þar sem hún rannsakaði samskipti lentiveira og hýsils sínu verkefni. En síðan fór hún til Þýskalands í doktorsnám og kláraði það 2008 frá háskólanum í Münster og þar rannsakaði hún samspil taugafrumna og fylgifrumna í þroskun auga ávaxtaflugna. En hún hefur verið á Íslandi frá árinu 2009 við Háskólann í Íslands og starfar þar við kennslu og rannsóknir. Og hennar rannsóknir eru með áherslu á greiningu á hlutverkum sameinda í taugafrumum, þroskun og þróun og það einmitt þar sem Sigríður Rut hefur verið að nota CRISPR-tæknina og beitt henni til þess að framkalla sameinda til að framkalla og gera við sjúkdómsbreytingar í mannafrumum, og hún hefur verið að útbúa verkfæri með CRISPR til smásjárgreiningar á hegðun einstakra prótína innan frumna í ávaxtaflugum. Og mig langar að nefna áður en að Sigríður Rut byrjar hún flytur sitt erindi og eftir erindi verður tími fyrir spurningar og þar vil ég benda fólki á að hægt er að skrifa spurningar í Q&A hérna fyrir neðan og það er hægt að skrifa spurningar á meðan fyrirlestri stendur og líka eftir að hún er búin að tala og ég mun síðan fylgjast með þessu og bera upp spurningarnar eftir fyrirlesturinn. Og þá segi ég bara gjörðu svo vel, Sigríður. Takk fyrir Bylgja. Komið sæl. Ég ætla að byrja að þakka Vísindafélaginu fyrir þetta tækifæri sem ég fékk til þess að kafa aðeins betur ofan í upphaf CRISPR-byltingarinnar og fólkið þar á bakvið og svo ég ætla að reyna að samanskapi að miðla því sem að ég komst að í þessari köfun minni og svo upplýsingum CRISPR-kerfið. Það var sem sagt tilkynnt núna í október að Nóbelsverðlaunin í efnafræði færu til Emmanuel Carpentier, sem við sjáum hérna til vinstri, og Jennifer Doudna fyrir þróun tækni til raðbreytinga erfðamengja eða genome editing. Og þetta kom engum á óvart af því að það búið að vera umræðan í mörg ár hverjir fengju eða sem sagt að CRISPR myndi fá Nóbelsverðlaun. Spurningin var hver það verður og hverjir yrðu það sem fengju Nóbelsverðlaunin með þeim 2. Þess vegna er einstaklega ánægjulegt eins og Bylgja sagði að þær fá að standa einar á palli og þetta er í fyrsta skipti sem konur standa þarna 2 einar saman og þetta er einungis 7. og 7. konan til þess að fá Nóbelsverðlaun í efnafræði. Þannig að þetta er merkisatburður. En þetta segir þó ekki alla söguna því að þær voru ekkert einar á bakvið það að koma upp CRISPR-tækninni og það má ekki gleyma að það eru margir aðilar sem standa þarna í skugganum og hafa gert mjög eiga mikilvægt framlag sem ekki eru nefndir í tengslum við Nóbelinn. En ég mun hérna eftir fjalla aðeins þessar 2 konur, kerfin og svo rekja í grófum dráttum atburðarásina sem að leiddi til þróunar þessara tækni. Það sem var kannski erfiðast við að undirbúa fyrirlesturinn var að átta sig á út frá hvaða sjónarhorn ég ætti að nálgast efnið. Þannig það er hægt að velja óteljandi leiðir í gegnum þetta en ég vona bara að þið njótið.
Emmanuelle Charpentier fæddist árið 1968 í Frakklandi, í smábæ, hún bjó í smábæ utan við París og hafði alltaf áhuga á vísindum, lífvísindum en líka öðrum vísindum og hún ætlaði sér alveg frá því hún byrjaði í grunnskóla að fara í háskóla því að stóra systir var í háskóla og henni fannst svo spennandi að vera í námi að hún ætlaði að halda áfram að læra eins lengi hún gæti. Og það má segja að hún hafi gert það en þess að hún var dugleg að ekki bara að klára háskólanám og doktorsgráðu heldur einnig að fara á fleiri en eitt stað í að afla sér færni í þeirri tækni sem í þeim aðferðum sem hún notar í dag. Og hún tók meistara- og doktorsnám við Pasteur Institute í Frakklandi, fór svo í postdoc í Bandaríkjunum og hefur síðan verið að vinna á fleiri stöðum, Austurríki, hún var í Svíþjóð þegar hún gerði þær uppgötvanir sem hún fær Nóbelsverðlaunin fyrir og nú hún svona meira sest að og aðalstarf hennar hjá Max Planck Unit fyrir sem sagt infectious pathogens, ef ég man rétt, í Berlín. Og hennar rannsóknir þær snúa mikið að samskiptum sýkils og hýsilvörnum og genastjórn í tengslum við sýkingar og bæði hjá sýkli og hýsli. Og rannsóknir hennar hafa leitt hana mikið inn á brautir stjórnandi RNA-sameinda og CRISPR-kerfana. Jennifer Doudna bandarísk. Hún ólst upp á Hawaii í litlum bæ og hafði gífurlegan áhuga á náttúrunni, fæddist, ef ég man rétt, árið 1964 og hún sem sagt fór í háskólanám í Kaliforníu og síðan í doktorsnám í Harvard háskóla og flutti sig síðan yfir til Kaliforníu aftur og hefur verið lengi starfandi við Kaliforníu háskóla í Berkeley. Og hún hefur mikinn áhuga á virkum RNA-sameindum og rannsakar sem sagt, til dæmis RNA-interference og mikro-RNA og eftir hún heyrði CRISPR-kerfin fór hún yfir í að rannsaka þau. Og hún til dæmis kemur mikið að byggingarlegum rannsóknum á prótínum. Hún efnafræðingur meira en hefur alltaf haft áhuga á lífsameindum. Og áður en að ég fer í að útskýra uppgötunina og það sem liggur þarna baki þá langar mig aðeins að setja okkur á þann stað sem að ég og kollega mínir vorum mörg á áður en þessi uppgötun kom fram, áður en þessi tækni kom fram. Það var þannig að fyrirgefið, ég ætla aðeins að byrja aftur. Cirka árið 2008 þegar ég var að ljúka doktorsnámi þá langaði mig mikið að geta hent út einu genastjórnunarkerfi í sebrafiskum og ég var að vinna með ávaxtaflugur eins og Bylgja kom að áðan og vissi þaðan að það frústrerandi að geta ekki gert markvissar breytingar á erfðaröð í erfðamengi lífvera. Þetta var staðan á þessum tíma, það var mjög erfitt í frumuræktum eða í tilraunalífverum að koma inn markvissum erfðabreytingum. Þó það væri hægt með harðfylgi í músum og frumuræktum að þá var það mjög erfitt ferli. Og í ávaxtaflugum þá var það nær ómögulegt og það gilti margar hinum fjölfrumu tilraunalífverunum líka. Það svona, á þessum tíma þá var nýlega búið að uppgötva kerfi til þess að raðbreyta sebrafiskum og það var það sem ég komst að 2008 að það var komið eitthvað á markaðinn eða komið upp kerfi sem heitir zinc finger nucleasar. Zinc finger nucleasar eru sem sagt próteineiningar, zinc finger sem að þekkja þrínúkleótíð í svona 3 basa í erfðaröð og það er þetta að púsla þeim saman og þeir eru tengdir við ensím sem getur rofið DNA og ef það myndar tvendir og valdir niðurbroti þess.
þetta var náttúrulega alveg frábært fyrirbæri og margar rannsóknarstofur allan heim fóru að viða sér efni við til þess að geta sett upp zinkfenga núkleasa á sínu rannsóknarstofu og til til þess að nota kerfin og þau voru sem sagt þróuð og virkuð í ýmsum lífverum en höfðu sín takmörk og það var meðal annars það að þurfa alltaf að vera að targetera 3 núkleótíð í einu. Síðan kom á markaðinn Talen, sem ég ætla nú ekki að reyna að muna hvað stendur fyrir, en Talen var svipað zinkfinganúkleósum í því að þetta voru próteineiningar sem þekkja DNA og raða saman í einhverju röð og tengjast ensími sem getur rofið DNA, sama ensíminu. En kosturinn við Talen umfram zinkfinganúkleósum var að það var hægt að forrita kerfið til þess að þekkja sérstakar raðir út frá stökum núkleótíðum í staðinn fyrir 3 núkleótíð fyrir zinkfinganúkleasana. Og það ruku allir til, skiptu út zinkfingarplasmíðunum sínum, svona meira og minna, og keyptu sér Talen-plasmíð. Plasmíð eru þá genaferjur sem að fólk notar til þess að koma erfðaefni inn í lífverur. Og kerfið var í miklum vexti þegar allt í einu kemur frétt að það sé komin nýr leikari á markaðinn. Það er að segja það hafi komið fram uppgötvun sem sýni að það sé hægt að nota eiginleika RNA til þess að þáttaparast við DNA og kalla til eða í tengslum við svona ensím sem að klýfur DNA rjúfa erfðaefnið. Og þetta kerfi, það var alveg öllum ljóst þegar þeir heyrðu að þessu að þetta væri málið. Áður þá þurfti maður að klóna búa til flókna genaferjur og nota prótein til þess að bindast ákveðnum setum í erfðaefninu, en nú þegar við fengum CRISPR-tæknina þá gátum við hannað erfðaraðir sem að þáttaparast við DNA, hvaða röð nánast sem í erfðamenginu með ákveðnum takmörkunum þó og rjúfa það þannig. Þannig að þarna allt í einu komið kerfi sem miklu einfaldara í notkun og þurfti til dæmis ekki á því að halda að vera með bindingu á 2 stöðum, heldur bara 1 stað í erfðaefninu, en það rauk allt á stað við þetta. En hvað er þetta CRISPR-kerfi og hvaðan kom það? Bakteríur og veirur hafa marga hildi háð í gegnum árþúsundin og milljónir ára. Ég hef heyrt sagt og ég selði ekki dýrar en ég keypti það að í sjónum þá eyði bakteríur veirur það bil 40% allra baktería. Það er að segja að 40% allra baktería drepist af því að það eru veirusýktar. Og þetta hefur leitt til svona vopnakapplaups. Bakteríurnar hafa þróað leiðir til þess að verjast innrásum og veirurnar þróa leiðir á móti til þess að losna undan vörnum bakteríana. Og meðal þeirra kerfa sem að hafa þannig myndast í bakteríum eru til dæmis skerðiensím. Það eru ósértæk varnarkerfi sem að ráðast á ákveðna raðir í erfðaefni eða í framandi erfðaefni. En á móti þá hafa veirurnar gjarnan þróa með sér breyst á þann hátt að erfðamengið þeirra ber ekki raðirnar sem þessi skerðiensím þekkja. Þannig að þetta er svona endalaust vopnakapplaup og eru í rauninni ósértækar varnir og menn vissu ekki til þess að það væri neitt sértækt ónæmiskerfi í bakteríum. Hins vegar gerðist það síðan að eftir að fara að ráðgreina bakteríur í meira mæli en áður, þá kom í ljós að inn í erfðamengi þeirra var að finna litla klasa þar sem að voru endurteknar raðir, svona síendurteknir bútar, stuttir bútar með jafnstórum, með ákveðnum svona bútum á milli. Og þessum svæðum var fyrst lýst 1987 en síðan komu fleiri og fleiri greinar sem sýndu að þetta væri að finna í erfðamengjum fjölda baktería. Og
þetta fékk nafnið, þetta rosalega þjála nafn, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, eða stuttar endurteknar samhverfur með jöfnu millibili í klösum og lýsir nafnið í rauninni þessum endurteknu röðum. En aðalmálið við CRISPR í rauninni svokallaðar spacer-raðir eins og það voru kallaðar sem eru á milli endurtekningana. Menn sá að þetta var í öllum þessum bakteríum og þetta bara gat ekki verið neinn tilviljun að það væri einhverjir svona klasar í erfðamengjunum. Þetta hlaut að hafa einhverja funksjón, hafa einhver hlutverk. Og með vaxandi aðgengi að gagnaböngum með DNA-röðum og hinum ýmsu lífverum, þá áttuðu menn sig á því að þessi spacerar væru ekki bara spacerar heldur erfðaefni úr öðrum lífverum, erfðaefni úr ýmsum bakteríuverum og úr plasmíðum sem eru litlir DNA-bútar sem að bakteríur geta flutt sín á milli. Þarna litu nú einhverjir hausar upp. Þetta var mjög merkilegt. Gat verið að þarna væri einhvers konar varnarmekanismi í bakteríum gegn sýkingum. Þetta allavega minni gamlar sýkingar og hvað þetta að gera. Og það voru þessar uppgötvanir að þetta samsvaraði erfðaefni úr bakteríuverum og plasmiðum. Það leiddi til þess að það voru 3 greinar birtar samtímis þetta árið 2005. En síðan sem sagt var spurningin hvernig í ósköpunum myndi svona kerfi virka. Hér sjáið þið þetta genasvæði í bakteríu og það þá þannig að ef að bakteríuveira sýkir bakteríuna, eins og við sjáum hérna mikil árásgerð og þessa vesalingsbakteríu hér, og bakterían nær að verjast árásinni og rjúfa erfðaefni innrásaraðilans, þá getur hún komið fyrir bútum úr því inn í erfðamenginu á þessum spacer-svæðum milli CRISPR endurtekningana. Og nærri þessum CRISPR-svæðum eru alltaf að finna svæði þar sem eru gen sem skrá fyrir próteinum sem eru kölluð CRISPR-associated proteins og koma við sögu í virkni CRISPR gegn bakteríuveirunum. Og menn voru samt ekki með það á hreinu í byrjun hvernig þetta kerfi væri að virka. Það var staðfest að þetta svæði hér, CRISPR-svæðið, væri umritað í einni heild, umritað yfir í RNA í einni lengju. Og svo væri RNA-ið bútað niður þannig að það myndaðist svokallað CRISPR-RNA sem var þá eitt svona spacer með hluta af þessum endurtekninga eða með þessu endurtekningasvæði og þetta hét þá CRISPR-RNA. Og þessar þá CRISPR-RNA raðir þær höfðu samsvörun við raðir, protospacer-raðir í erfðamengi innrásaraðilans. Og það var ljóst að þær væru að basaparast við þessar raðir og valda því að erfðamengið væri rofið. Og það kom í ljós að ákveðin hópur Cas-próteina sá að búta niður þessi CRISPR-RNA umrit og meðal þeirra sem að fyrstir sýndu fram á slíka virkni var hópur Jennifer Doudna í Kaliforníu og þau lýstu því í Pseudomonas aeruginosa að hvernig próteinið, Cas-próteinið CSY4 binst í CRISPR-umritið, forumritið og rýfur það á ákveðnum stöðum. Þannig að þarna er hún búin að skrifa nafn sitt í stóru tímariti árið 2010 inn í CRISPR-heiminn og þetta var vaxandi samfélag en ekki mjög stórt. Á sama tíma var Charpentier að vinna með Streptococcus pyogenes. Eins og ég sagði áðan hefur hún áhuga á samskiptum hýsils og sýkils og Streptococcus pyogenes bakterían sem meðal annars veldur skarlatsótt en líka til dæmis slæmum íferðum
flesh-eating bacteria, ef einhver kannast við það. Og hún hefur líka mikinn áhuga semst á að því að þessi tegund getur safnað upp sýklalyfjaþoli og verið mjög erfið viðureignar. Hún hafði áhuga á hvað það sem stýrir sýkingu og sýkingarhæfni og sýklalyfjaþoli. Og hún hafði var svona ákvaða að einbeita sér á þessari bakteríu á sínum ferli og til þess að hafði hún líka byggt upp þekkingu til dæmis á húð og komist að því í vinnu sinni með mýs og frumuræktir að hvaða væri frústrerandi að geta ekki valdið markvissum breytingum. Þannig að hún og Doudna voru báðar mjög svona tilbúnar að finna upp CRISPR-kerfi má segja. En allavega hún Serpentier, hún rannsakaði CRISPR-kerfið í þessari bakteríu og skilgreindi það að það væri 2 CRISPR-kerfi í erfðamenginu og annað þeirra væri virkt og hitt væri óvirkt og þar var ekkert Cas-prótein að finna sem að líkti CSF4. Það var komið í ljósa í mörgum CRISPR-kerfum voru svipuð prótein að búta niður for CRISPR-RNA-ið en ekkert slíkt var að finna í þessari tegund. Og hún uppgötvaði hins vegar að í ákveðinni gerð CRISPR-kerfa væri til staðar annað fyrirbæri sem var transactivating RNA. Þau voru að skoða hvaða umrit væru til staðar í bakteríunum og komist að því að auk CRISPR-RNA var þarna RNA að finna sem er tjáð hér frá svæði sem rétt ofan við genaseti fyrir CRISPR-kerfið og partur af því. Og það kom í ljós að þessar raðir þetta umritað frá mótstæðum þætti miðað við CRISPR-RNA-ið og þess vegna var það transactivating. Þar eru svæði sem hafa samsvaranir við CRISPR-RNA-raðirnar. Þannig að transactivating CRISPR-RNA eða tracer-RNA, það parast við CRISPR-umritin og nauðsynlegt síðan til þess að búta þau niður í raunveruleg CRISPR-RNA. Cas9 ásamt RNA-SAP3 úr bakteríunni reyndust síðan nauðsynleg með til þess að rjúfa CRISPR-ið og Cas9 ensímið, þetta Cas9 ensím sem að finna og hét á þessum tíma CSN1, það líka talið rjúfa DNA-markraðir. En hún fekk áhuga á því að skoða þetta nánar því þetta var mikil uppgötvun og kom henni inn á kortið hjá CRISPR-fólkinu að það væri þarna meira heldur en bara CRISPR-RNA og einhver Cas-prótein að rjúfa það og svo CRISPR að stýra rofi á mark-DNA-inu. Þarna var komið eitthvað annað RNA sem að skipti máli líka. Og hún hafði áhuga á þessu Cas9 próteini að vita betur hvernig það virkaði og hvort það væri virkilega að gera bæði að rjúfa for-RNA-ið og að hafa áhrif á niðurbrot á mark-DNA-inu. Og hún vissi að Doudna hefði verið að vinna með CSF4 og vissi að það væri gott að sennilega setja sig í samband við hana og þannig að vildi þannig til að þær voru báðar saman á ráðstefnu í Puerto Rico og Serpentier setti sig í samband við Doudna þar og þær ákváðu að fara í samstarf dularfulla próteinið Cas9 og til þess að útskýra almennilega hvernig CRISPR-kerfið virkar í Streptococcus pyogenes. Þær settu 2 unga menn af sínum rannsóknarstofum í samband yfir hafið. Það þá Martin Jinek hjá Jennifer Doudna og Krzysztof Zielinski hjá Serpentier. Þeir eru báðir frá Evrópu, annar frá Tékklandi og hinn frá Póllandi. Og þeir fóru í samvinnu að gera þær tilraunir sem að leiddu til Nóbelsverðlaunanna. Þau ákváðu að prófa að taka kerfið út úr bakteríum og
endurbyggja það í tilraunaglasi til þess að sjá hvaða þættir væru nauðsynlegir og nægjanlegir til þess að rjúfa markraðir í DNA. Og komist að því að það var nóg að taka Cas9 próteinið og þessi 2 RNA, tracer RNA og CRISPR RNA, setja þetta saman í glas ásamt DNA sem innihélt markröðina til þess að fá rof á markröðinni. Þau skilgreindu líka 2 virknisetin í Cas9 ensíminu rjúfa sinn hvorn DNA þáttinn. Þannig að þegar tracer og CRISPR RNA koma saman á DNA og ásamt Cas9 þá rýfur Cas9 DNA á sitt hvorum þættinum með sitt hvoru ensím helmingnum og það hægt að afvirkja sitt hvort svæðið og fá þannig fram bara einþáttarof. Þau sýndu líka fram á að svæði sem er alltaf til staðar aftan við markröðinina, svokallað PAM-mótíf, það var nauðsynlegt til þess að Cas9 geti bundist við DNA. Og hér sjáum við þetta mynd, við sjáum að CRISPR RNA í flóka með tracer RNA og Cas9 ensími binst hérna við DNA í markröðinni sem þá erfðaröð úr veiru þarna og það verður klipping á báðum DNA þáttunum. En þeir stoppuðu ekki þarna, heldur fóru að fikta með CRISPR og tracer RNA-ið, skoða hvaða hlutar þess væru nauðsynlegir og svona prófa sig áfram. Og meðal þess sem var gert var að prófa einfaldlega að skeyta þessu saman í 1 RNA í staðinn fyrir að hafa þetta 2 RNA, að búa til RNA sem væri bara nokkurn veginn eins og athuga hvort að það virkaði og það virkaði. Þannig að það var hægt að búa til bara 1 RNA pluss Cas9 og það var nóg til þess að rjúfa þetta marksvæði í DNA. Og þetta var þá í rauninni upphafið á þróun svokallaða guide RNA sem við notum í dag í CRISPR-tækninni. En það var ekki nóg með þetta, þau voru að prófa þetta í tilraunaglasi með röðum úr veirum sem voru markraðir sem voru þegar í erfðamengi bakteríunnar. En spurningin var, getum við bara plata kerfið til þess að hitta í hvaða DNA sem er? Það er að segja, getum við plata kerfið til þess að ráðast á bara þess vegna erfðaröðina fyrir grænt flúorerandi prótein og það var það sem ég gerði. Og þeir bjuggu til nokkur mismunandi svona guide RNA sem bundust á mismunandi stöðum í DNA fyrir flúorerandi próteinið og það var ekkert mál. Þeir gátu rofið það alveg eins og var hægt að rjúfa forveirupróteinið. Þannig að með forveiru fyrirgefðu DNA-ið. Þannig að þarna sýndi að það var bara hægt að forrita þetta kerfi til þess að ráðast á DNA hvað sem er. Þarna var komin fram ný raðbreytingar aðferð. Það var ekkert mál fyrir þau að birta þetta í Science og þau ályktuðu réttilega að þetta væru tækifæri til framtíðar. Nú en á sama tíma þá var þessi maður, Virginijus Siksnys, og ég kann náttúrulega ekki að bera þetta rétt fram, sem lithánskur að rannsaka CRISPR-Cas9 kerfið, eða CRISPR-kerfið í Streptococcus thermophilus. Og hann var kominn á nákvæmlega sama stað og Charpentier og Doudna á sama tíma. Var búinn að senda grein en fá höfnun í einu tímariti og var með grein í vinnslu inn í PNAS á sama tíma, eða sama leyti og greinin þeirra kom út, Doudna og Charpentier. Og það má segja að ef einhver ætti að standa með þeim á sviðinu þá væri það líklega þessi maður, ef ekki annar hvor af þessum tveimur ungum mönnum sem unnu stóran hluta af tilrauninum á rannsóknarstofum Charpentier og Doudna. En það koma fleiri síðan inn leið og þetta kerfi komið fram og þeirra á meðal eru Feng Chang og George Church sem að fyrstir sýndu ég verð að segja fyrst fyrirgefið því, ég ætla að bakka aðeins að Doudna og Jinnik, þau náðu að sýna fyrst manna fram á það að það væri hægt að taka CRISPR-Cas9 kerfið og setja það inn í
frumur heilkjörnunga inn í mannafrumur í rækt og fá fram fulla virkni þar. En þessi Chang hér, Feng Chang og hérna George Church og þeirra hópar, þeir tóku kerfið og sýndu virkilega fram á krafta þess innan sem sagt heilkjörnungsfruma og þetta var mjög mikilvægt skref í því að kerfið yrði í rauninni að einhverju alvöru tæki til notkunar í erfðavísindunum og það hafa vissulega komið fram alls konar deilur varðandi hver á patentrétt á CRISPR-kerfum og hver ætti að vera á verðlaunapalli hér og þar. En nú ég búin að nefna flesta þessum aðilum sem voru í framlínunni í byrjun. Ég ætla aðeins að segja ykkur í lokin frá því hvernig CRISPR-kerfi virkar. Ég sé að tíminn líður dálítið hratt. Þegar við erum að erfðabreyta í heilkjörnungum með þessu bakteríukerfi að þá virkar kerfið þannig að við gerum tvíþáttarof, ég ætla bara að tala einfalda útgáfa kerfinu núna, við gerum tvíþáttarof í erfðaefnið og það eitt og sér ekki nóg til þess að framkalla breytingu af því að til þess að breytingar verði þá þarf eitthvað meira að gerast heldur en að DNA rofni, það geti þá rofnað og eyðilagst eða eitthvað svoleiðis, en málið að þetta virkar viðgerðakerfi heilkjörnunga og viðgerðakerfi heilkjörnunga bjóða upp á þann möguleika að gera endalímingar þar sem að endunum skeytt saman en ekki alveg á nákvæman hátt þannig að það geta orðið innskot og úrfellingar hér það geta orðið innskot og úrfellingar hér á svæðinu þar sem rofið var og valdi því þá að ef þetta gerist einhvers staðar inni í erfðaröð einhvers gens að genið framleiði ekki lengur virka afurð. Þannig hægt að valda markvissi stökkbreytingu á ákveðnu svæði en ekki nákvæmri stökkbreytingu. Til þess að framkalla nákvæmar stökkbreytingar þá plötum við annan hluta viðgerðakerfisins sem endurröðunarviðgerð. Í endurröðunarviðgerð tvíþáttarof numið af ensímum af próteinum inn í frumunni og ef til staðar sambærileg erfðaröð eins og til dæmis af hinum litningnum í okkur samstæðum litningi, að þá hægt að gera við þessa röð með því að endurraða svæði af honum inn í skarðið og þessi endurröðun nær aðeins út fyrir svæðið, en við getum plata kerfið. Við getum plata kerfið með því að koma með platsamstæðan litning, bara DNA-bút, sem inniheldur eitthvað nýtt á þessu svæði sem rofið verður á og þetta getur til dæmis verið markviss basabreyting eða innskot á erfðaröð fyrir flúrljómandi prótein og þannig búum við til þessa breytingu í lífverunni. Á þennan hátt til dæmis hægt að skjóta inn grænu flúrljómandi prótein í erfðaröð í ávaxtaflugu og skoða hvert eitthvað ákveðið prótein leitar eins og var gert í þessari flugu hér. Og þetta opnaði sem sagt ný tækifæri í rannsóknum, bæði í rannsóknum á frumuræktum og stofnfrumum innan tilraunalífvera og svo gerðist nokkuð nýtt af því að CRISPR-kerfið virkar ekki bara í tilraunalífverum heldur í bara hvaða lífveru sem Við getum tekið bleikju og mjög líklega myndum við geta erfðabreytt henni með CRISPR-Cas9 tækninni. Og þannig að bilið milli þess hvað tilraunalífvera og hvað ekki tilraunalífvera eiginlega bara horfið og það þarf að vera hægt að spyrja mjög mikilvægara spurninga í rannsóknum á eiginleikum stofna, hópa, lífvera og annað sem ekki var hægt að spyrja áður. Og ekki nóg með það heldur líka á sameindasviðinu þá getum við gert nýjar gerðir tilrauna sem ekki voru mögulegar áður. Og bara rétt að renna yfir það á þessari glæru án þess að ég fara að útskýra þetta nákvæmlega að þá hafa verið þróuð fjölmörg ólík afbrigði af CRISPR-tækninni. Það bæði búið að útbúa alls konar afbrigði af Cas9 ensíminu, taka það inn og þróa önnur Cas-ensím sem hafa svipaða virkni eða virka á RNA eins og Cas13 og við getum notað óvirkja Cas9 til þess einfaldlega að búa til samrunaprótein og draga að einhver svæði af öðrum próteinum á ákveðin stað í erfðamenginu
til þess að hafa áhrif á eitthvað. Í þessu tilviki til dæmis óvirkjað Cas9 prótein og við höfum próteinhluta sem getur virkað genatjáningu og þannig getum við stýrt í að eitthvað gen sé tjáð á einhverjum nýjum stað í lífveru til dæmis. Við getum haft áhrif á umframerðir eða lýst upp DNA, jafnvel RNA, inn í frumum og við getum líka greint þrívíddarumhverfi í kjarna út frá því hvenær Cas9 sameindir eru nærri hver annaru. Og svo þar fram eftir götunum. Það hafa líka komið fram ný afbrigði hvernig guide-RNA röðin er sett upp. Það er alltaf verið að þróa eitthvað nýtt og fjöldi greina sem að nefna CRISPR eða Cas9 í titli, hann vex með veldisvesti, allavega svona fram á þetta ár og við skulum sjá hvað gerist síðan. En alls eru, ef maður gerir bara einfalda textaleit, 20.652 greinar sem falla undir þessa skilgreiningu, þannig að það skal engan undra að það sé enginn sem er með allt á hreinu varðandi hvað er gert eða hvað hefur verið gert með CRISPR. CRISPR-tæknin, hún hefur náttúrulega verið mest í umræðinni vegna læknavísindana. CRISPR-tæknin gerir kleift að valda erfðabreytingum á hvaða lífveru sem er þar með talið manninum og það muna allir eftir því að fyrir 2 árum þá kom skyndilega frétt það að kínverskur læknir væri búinn að búa til fyrstu CRISPR breyttu börnin og þetta var náttúrulega algjörlega ótímabært vegna þess að rannsóknir hafa sýnt það að CRISPR-tæknin þó hún sé nákvæm að þá geta orðið breytingar á mörgum stöðum í erfðamenginu, svokölluð off-target áhrif. Og í dag þá hefur líka, það er bara mjög stutt síðan að það komið fram sterkar vísbendingar og það er svona greinar sem gera mjög ítarlega rannsóknir sem sýna að umfang litningabreytinga og alvarlega breytinga í erfðamengjum þegar er verið að reyna að valda breytingum á fósturvísum er gífurlegt. Þannig að tæknin er ekki tilbúin til þess að nota hana inn í kímlínu mannsins, það er að segja að láta hana erfast frá kynslóð til kynslóðar. En við erum svo sagt komin á það stað að þetta hefur verið prófað einu sinni sem betur fer var stíð á bremsuna. Þannig að í dag þegar þið heyrið CRISPR tilraunir í mönnum yfirleitt verið að tala eitthvað sem tengist til dæmis klínískum rannsóknum þar sem verið að nota tæknina í afmörkuðum hluta líkama einstaklinga til þess að reyna að lækna sjúkdóma. Það eru í gangi eitthvað í kringum 60 klínískar prófanir sem tengjast CRISPR eða syncfinganúkleusum sem var önnur svona tækni og mikill hluti þeirra snýst að erfðabreyta blóðfrumum. Þannig að þá er verið að taka frumur út úr líkamanum, erfðabreyta og nota til þess að ráðast á krabbamein eða lækna einhvers konar lúkemíur og svoleiðis. Það er líka verið að reyna að ráðast gegn HIV á þennan hátt, það er að segja að breyta forveirunum sem hafa innlimað sig í erfðamengi í manni sem er sýktur eða fólki sem er sýkt af HIV og fleira. Þannig að þessi tækni er áhugaverð og það er verið að reyna og það er þegar sem sagt í gangi tilraunir með að nota hana í mönnum og svo er bara að bíða og sjá hversu góður árangurinn er. Á lokum, af því að nú er ég búin að tala í einhverja 35-6 mínútur, þá ætla ég að draga eins saman efnið. Eins og ég sagði, þá hafa nýjar víddir opnast í grunnrannsóknum og erfðatækni. Og það er búið að erfðabreyta fyrsta mannfólkinu með CRISPR. Og þetta eru einstaklingar sem eru einstaklingar eins og við hin og hluta samfélaginu og það ber að líta þannig á það að það er ekki búið að búa til einhver skrímsli eða slíkt. CRISPR-tæknin gæti bjargað mannslífum sem lækningatæki og er bara mjög líklegt að verði nota sem lækningatæki í náinni framtíð þó að þróun sé ennþá í gangi og það þurfi alltaf að taka stöðuna og skoða málin áður en það er rokið á stað í að fara í einhverja víðtæka notkun á kerfinu.
En það standa opnar stórar siðferðislega spurningar ef við ætlum að fara að erfðabreyta mannkyninu þannig að breytingarnar erfist frá kynslóð til kynslóðar eins og til dæmis að gera við erfðasjúkdóma í ákveðnum fjölskyldum sem að vissulega er mögulegt og mjög jákvætt kannski, en viljum við gera þetta eða ekki, það er alltaf opin spurning. Og við þurfum líka að átta okkur á því í allri umræðu CRISPR-Cas9 og erfðabreytingar að það er munur á því að vera að stunda erfðabreytingar og raðbreytingar fyrir grunnrannsóknir inn á rannsóknarstofum eða til lækninga eða því að vera að breyta kímlínunni eða setja jafnvel á stað eyðingu ákveðna tegunda eins og moskítóflugna með genadreifi eins og fólki hefur dottið í hug að gera og rauninni þróa tæknina til þess að gera. Það er ekki hægt að setja þetta allt undir einn hatt og það er mjög mikilvægt að upplýst umræða upplýst samtal eigi sér stað í samfélaginu málið og til þess þurfa allir að kynna sér kerfin. Ég þakka áheyrnina